Í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur 3 mismunandi leiðir til þess að snúa myndum í Inkscape eða snúa formum. Þegar við teiknum form eins og til dæmis ferning í Inkscape þá er ferningurinn, eins og við teiknum hann er alltaf með alveg lóðréttar og alveg láréttar línur. Það er að segja, línan hérna niðri, hún er lárétt miðað við útlínu vinnuborðsins og þessi hér er lóðrétt miðað við útlínu vinnuborðsins og þennan kantinn hérna. Við getum snúið þessum myndum eða formum sem við erum með eins og við viljum. Við getum gert það með því að ýta tvisvar á formið. Ef við veljum formið sem sagt með því að nota takkan S eða F1 þá fáum við þessar örvar hérna á kantana og þær nýtast til þess að stækka á minnka myndina. En ef við ýtum aftur á það þá breytast þessar örvar og þær verða svona bóðadregnir hérna á hornunum, beinar á hliðunum, beinu líðunum skekkjakassan. En ég ætla að taka það fyrir alveg sérstaklega í öðru miðbandi, en hinnar örvarnar að það er snúunum. Þannig að við getum í rauninni gripið í eitt handfang og snúið kassanum bara að vild. Ókosturinn við þetta er sá að það er erfitt að halda reiður á það hversu mikið við snúið honum. Ef við stoppum hér þá erum við ekki alveg vissum hvað þetta eru margar gráður. Við getum svona giskað á þetta sé einhvers staðar í kringum 30 gráður, hallinn hérna niður, en við erum eiginlega aldrei alveg viss. Þannig að ég ýta á Ctrl-Z til að snúa þessu við, en ég get bjargað þessu örlítið með því að halda Ctrl-takkanum inni á meðan ég sný. Ef ég held Ctrl-takkanum inni, þá snýst hann 15 gráður í hvert skipti sem ég sný. Annars er þetta bara fríhendis. Þetta er svo sem gott og vel, en stundum vill maður náttúrulega láta hlutin snúast kannski örlítið öðruvísi, ekki endilega miðjuna eins og hann gerir hér. Hérna snýst hann alveg miðju, eigin miðju. Þá getum við notað hann kross sem er hérna í miðjunni. Við færum krossin, færum hann til þess hérna út á horn hér og snúum svo aftur, og þá sjáum við að hann snýst krossin. Og það skiptir engu máli hvaða aðferð við erum að nota. Ef að krossinu verður færður til, þá snýst hann þennan kross, þess að eigin kross, eða eigin miðju eða snúningsmiðju getum við kallað þetta. Og þetta var eina aðferðin, hún er handfrjáls, með möguleikann á þessum 15 gráðu högum. En stundum vill maður bara snúa hlutnum bara yfir 90 gráður í hvert skipti, og þá getum við notað takkana hérna upp á verkfærastjórnuninni. Annar þeirra snýr ferningnum fyrir okkur í 90 gráður á móti sólu og meðan að hinn í 90 gráður með sólu. Einfalt og þægilegt. En það kemur náttúrulega fyrir að maður vill snúa hlutunum meira eða minna. Kannski fara beint í það að snúa hann 45 gráður eða snúa hann bara 5 gráður, 10 gráður eitthvað þáttina, og þá koma þessar 2 aðferðir sem ég er búin að sýna nú þegar ekki mikið að gagni. En við getum nýtt okkur verkfærabox sem að heitir Transform, og í Transform eru fliparnir Move, Scale, Rotate, Skew og Matrix. Ég ætla að fjalla Rotate núna, og Rotate boxi býður okkur upp á það að velja einfallega hversu margar gráður við viljum snúa hlutum okkar. Ég ætla núna í þessu tilviki að ýta á Ctrl-D, þessi Duplicate, og býja til afrit af þessum hlut beint ofan á það sem ég er með, og nú ætla ég að snúa þessum 10 gráður. Og ýti svo á Apply. Þá er ég búinn að fá nýjan hlut sem hefur snúið 10 gráður. Ég ýti aftur á Ctrl-D og aftur á Apply, og þá fæ ég enn annan hlut sem er búið að snúið 10 gráður. Ctrl-D og Apply, og svona get ég búið mér til minn eigin
ramma, eða til dæmis ef ég ætla að búa mig til klukku eða eitthvað í þáttina, þá get ég nýtt mér þetta á mjög einfaldan hátt. En þurfum að gæta að einu. Ef við erum með samsettan hlut, eins og til dæmis merkið mitt hér, eða logoið sem ég er búin að búa til hérna, og við ætlum að snúa því, þá þurfum við að gæta okkar á einu. Við getum náttúrulega einfallega gert þetta að grúpu, bara með því að Ctrl-G, og við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af neinni tilfærslu eða neitt slíkt. En ef við snúum þessu núna 10 gráður, þá svo sem gerist ekki neitt spennandi, það er bara hluturinn snýst 10 gráður og allir hlutir haldast á sínu stað. Hins vegar, ef að ég myndi nú auðvitað til þess að merkja við hérna það sem stendur Apply to each object separately og ítir svo aftur á Apply, það sem gerist þá er það að hver og einn hlutur í myndinni snýst eigin miðju. Þegar að við förum hina leiðina, ef við veljum ekki Apply to each object separately, þá finnur einfaldlega tölvan eina miðju fyrir alla hlutina samanlagt og snýr þá. Annars snýr hún miðju hvers og eins hluta fyrir sig. Ég vona að þetta hafi verið fróðlegt og gagnlegt fyrir ykkur. Miklu meira náttúrulega á heimasíðunni steinubrotta.wordpress.com og endilega hafa samband ef það er eitthvað sem ég get aðstofa með eða þið viljið fá nánar útskýringu á. Gangi ykkur vel.